Kæru fundargestir, ég vil bara þakka fyrir að fá að koma hérna og segja frá hvað við erum að gera sem fyrirtæki sem að framleiða vöru úr hráefnu, vatni og mjög traustvekjandi margt sem hefur komið hérna fram frá sérfræðingunum og verkfræðingunum og tæknifólkinu hvað við erum að gera til að vernda þessa auðlind og hérna ég ætla svona að tala þetta sem fyrirtæki sem er að framleiða. Bara stutt fyrirtæki, svo ætla ég að segja frá okkar stefnu í sjálfbærni málum. Það sem vatn hluti af því. Aðeins dýpra stefnu varðandi vatn, svo ætla ég að segja ykkur frá okkar lykiltölum vatnsnotkun og hvað við erum að gera til að vernda vatn og hvaða verkefni við erum með. Coca-Cola European Partners í raun og veru ennþá með sömu kennitölun og áður, hét Víðfell, 75 ára gamalt fyrirtæki á Íslandi, en við erum núna hluti af alþjóðlegri samsteypu sem heitir Coca-Cola European Partners. Bara til einföldunar, þetta bara Coca-Cola á Íslandi, fyrir ekki að flækja það. Þannig að okkar rætur liggja síðan 1942 og við erum búin að vera í 75 ár hérna með Íslendingum. Við erum ekki bara Coca-Cola, við erum alhliða drykkjarvörufyrirtæki, við erum að framleiða gosdrykki, vatnsdrykki, við erum í kaffi, íþróttaorku, áfengi, við erum í mjólkurdrykkjum eins og hámarki og fleira. Þannig að við erum talsvert meira en bara Coca-Cola þó við heitum því nafni. Og hérna sjáum við svona yfirliti yfir þau vörumerki sem við seljum. Við erum sem sé hluti af Coca-Cola European Partners sem er fyrirtæki sem starfar í 13 löndum og er að þjóna 300 milljónum neytenda. Við erum að selja 2,5 milljarð kassa af ári af vöru, 25.000 starfsmenn, þar af 170 á Íslandi. Í hverju landi er svona cirka 90% framleitt á hverju markaði. Á Íslandi er þetta cirka 84% og við erum stærsta fyrirtæki sjálfstæða Coca-Cola átöfna fyrirtæki heiminum samkvæmt veltu. Við erum með 11 milljarða evra veltu sem fyrirtæki. Og þráttur að við sem stórt fyrirtæki þá vinnum við sjálfstætt á hverju markaði, þar sem við fjárfestum á hverju markaði, erum með starfsfólki vinnu og framleiðum og seljum, en fyrirtæki hefur svona sameiginlega sýn og sömu svona skuldbindingum á hverjum markaði viljum við vera hluti af samfélaginu og samfélagslega ábyrgð og svo framvegis. Eldsnöggt Coca-Cola Company er talsvert annað, það er fyrirtæki Atlanta sem er svona global fyrirtæki en við erum svona eitt af átöfna fyrirtækjum sem seljum þá vöru. Í nóvember þá kynntum við nýja stefnu sem við köllum sjálfbærni stefnu, þar sem við kjósum að kalla áfram veginn og þetta er samstarfsverkefni Coca-Cola European Partners og Coca-Cola Company hvernig við viljum vinna á hverju markaði og hún er í 6 liðum og hún snýr að drykkjunum, hvað viljum gera, hvernig viljum þróa drykkina og hvað innihald viljum við nota í þá. Umbúðirnar, þar eru umhverfismálin mjög stór þáttur, hvað viljum við gera í hverju samfélagi, við hvað styðjum við og svo framvegis. Og síðan er loftslagsmálin, aðfangakeðjan og sjötta, það er reyndar ekki sjötta í röðinni, það hentaði bara kynninguna að setja það þar. Þar erum við með í raun og veru stefnu vatn og ég held að við fá fyrirtæki sem eru með þetta bara inn í sinni stefnu að hlúa á vatninu og tryggja að það sé gott, vegna þess að vatn er grunn hráefnið í öllum drykkjarvörum og í raun og veru í matvælum öllum. Ef við fer aðeins inn á vatni sem slíkt, þá ætlum við að umgangast vatn af fyllstu virðingu og svokölluðum ýtrustu gæðakröfum í öllum viðskiptum og í allri virðiskeðjunni, þannig að þetta er ekki bara hjá okkur sem átöfnafyrirtæki, við gerum kröfur til okkar birgja að þeir umgangist vatni af virðingu til okkar viðskiptavina og svo framvegis. Og þetta er í 3 liðum, við ætlum að tryggja sjálfbærni vatnsuppspretta sem við notum fyrir næstu kynslóðir og hvernig gerum við það? Við gerum það með svona fundum eins og í dag og ræða málin og samvinnu og svo framvegis. Vatn er ekkert
óvantilega uppspretta. Við sáum tölurnar frá öðru löndum þó súlan hjá Íslandi hafi verið lengst upp í loftið. Þá skortur víða á vatni og við erum bara með þetta sem mælikvarða í okkar fyrirtæki að draga úr vatnsnotkun og þar hefur sett okkur markmið 20% til ársins 2020 og svo viljum við skila því vatni sem við notum í framleiðslunni á þeim svæðum sem búa við vatnskort tilbaka og í sömu gæðum og við fengum vatnið. Það er að segja, til að framleiða 1 lítra drykk þarf kannski 2 til 4 lítra af vatni. Þú ert að þrífa tækin og vélarnar og kæla og ýmislegt þannig. Þannig að við leggjum mikið upp á því að skila vatninu tilbaka. Dæmi bara svona frá fyrirtækinu í öllum þessum 13 löndum að meðaltali þá notum við 1,61 lítra til að framleiða 1 lítra af drykk. Talsvert hærra á Íslandi, ég kem að því hérna eftir. Og við erum að skila 89% tilbaka á stöðum þar sem lítið vatn. Þið sjáum þarna tölur frá Belgíu, Frakklandi, Þýskalandi, Spáni. Þetta eru svona lönd sem í fyrstu kynningunni hafðu minna vatn og það bara hluti af okkar stefnu. Það að skila því hreinsuðu tilbaka á þessu markaði. En þá kannski svona því sem meira lokal, við erum með í raun og veru símælingu á vatnsnotkun. Þetta hérna verksmiðjan á Stöðlarhálsi. Hérna sjáum við notkunina eftir mánuðum og við erum í raun og veru með sambærilega notkun milli ára en við erum með fullt af verkefnum í gangi til þess að minnka vatnsnotkun, minnka leka, minnka kælingu og svo framvegis fyrir mikið vatn í þrif til að mynda milli framleiðslu lota. Þannig að þá erum við kannski að lengja framleiðslulotur og fækka skiptingum til þess að þurfa að þrífa sjaldnar og svo framvegis. En við erum í raun og veru að vinna eins og alþjóðlegu fyrirtækin þó að sé nóg af vatni á Íslandi. Þá þetta bara eitt af okkar mælikvörðum og við fáum mjög mikla gagnrýni fyrir að nota meira vatn en gengur og gerist í öðru löndum. Hérna sjáum við samanburðinn. Á Íslandi notað talsvert meira vatn en gengur og gerist. Þið sjáum við hérna Reykjavík. Þar erum við svona nálægt 4 lítrum af vatni fyrir hvern framleiddan lítra af drykk. Á meðan við erum í Túlú og Veikvild erum við að tala cirka 1 lítra af vatni til að búa til 1 lítra af kostdrykk. Og það þá náttúrulega bara fjárfesting í miklu þróaðari tækjum og það verið að kæla með öðrum aðferðum og þrífa með öðrum aðferðum. En við unum ekki til þetta, þannig að við erum bara með verkefni í gangi til þess að draga úr vatnsnotkun og þarna vegna þess að við veitum að vatn ekkert endalaus auðlind. Og það kannski hlegið okkur við að við sem að fjárfesta í að minnka vatnsnotkun en ég held að með við erindin í dag þá þetta eitthvað sem skiptir miklu máli að við nýtum vatnið að skynsemi. Af hverju erum við að nota svona mikið vatn á Íslandi með annars staðar? Það eru fyrst og fremst 2 ástæður og allt þetta búið að koma fram í erindunum undan. Jú, það tiltölulega ódýrt með við önnur lönd, það sem skortur og þetta bara spurning framboð og eftirspurn eða lítið framboð á vatni, þá það dýrara. Og svo líka bara ávöxtun í fjárfestingum, ávöxtun á krafan, það að breyta einhverju búnaði til að spara vatn þegar vatnið ódýrt. Þetta reiknidæmi gengur illa upp hjá mörgum. Og svo það bara viðhorfi og menningin og ég held að það sé svona stærsti liðurinn. Það til nóg af vatni á Íslandi, það segja þetta allir og það best í heimi. En bara dæmi vikuna sína, það ekkert sjálfsagt mál, það ýmsar hættur, við þurfum að lúa þessu og passa upp á vatnið. Þannig að ef eitthvað gerist í Heiðmörk þá höfum við ekkert endilega nóg af vatni, allavega ekki til skamstíma. Ég ætla að segja ykkur frá svona bara stefnunni í þessu. Við erum að við fullt af verkefnum í gangi. Okkar markmið að draga vatnsnotkun meira en 10% árið 2018 og það gerum við bara með að þjálfa starfsfólkið og við erum með tæknilega lausnir, þvottakerfum,
breyta hvernig við notum færibönd og svo tókum við upp árið 2016 rauntíma mælingu, þannig að við getum bara fylgst með því tölvu nákvæmlega hvað við erum að nota vatni bara í rauntíma með að við erum að framleiða. Og það er mjög mikilvægt að hafa tölur og mælikvarða. Og líka þegar við kaupum nýjan tækjabúnað þá höfum við þetta alltaf í huga. Og svo er það náttúrulega að nýta þekkingu hjá móðurskipinu, Coca-Cola European Partners, þar sem að lönd sem glíma við vatnskort hafa farið í verkefni, við notum það. Þetta er svona dæmi um þessa rauntíma mælingu, þannig að við svona fylgjumst með þessu nákvæmlega. Meðhöndlun á vatni, þetta er að hluti á okkar gæðakerfum, við gerum mikla kröfur til birgja. Þeir þurfa að uppfylla kröfur hvernig þeir nota vatn og umgangast vatn og siðareglur og svo framvegis. Svo erum við náttúrulega með gæðakerfin okkar, umhverfisstjórnunar kerfi, altaka-gæðakerfi, matvælaöryggiskerfi og fleira. Þannig að vatn og allt sem við gerum er bara svona hluti af því hvernig við vinnum alla daga og þetta er bara hluti af okkar mælikvörðum og mælikvarðar vatn og vatnsnotkun er bara jafn mikilvægur og hvað seldum við marga lítra í síðasta mánuði. Við bara skoðum hvað notum við mikið vatn og svo framvegis. En yfirskriftin var að vatnið sé mikilvægasta hráefnið. Vatn er náttúrulega uppistaðan í öllum drykkjarvörum og í raun og veru í allri matvælaframleiðslu. Allar landbúnaðarvörur, bragðefni og hráefni sem við notum í drykki og kjöt og hvað sem er. Dýrin drekka vatn og ef þeir eru ekki með gott vatn þá er kjötið ekki gott og mjólkin er ekki góð eða vatn er ekki nógu gott. Þannig að vatnið er í raun og veru bara undirstaðan að öllu. Þetta er notað, eins og ég sagði, líka til þrifa og varmaflutninga. Hvað er gott við vatnið? Það kom fram áðan. Það hentar ágætlega til framleiðslu á drykkjum. Við þurfum ekki að meðhöndla það eins mikið og gert í mörgum löndum. Það þarf að fella út steinefni hjá sumum mörkuðum. Við þurfum ekki að gera það. Við þurfum ekki að klóra vatnið. Og það er því almennt svona minna meðhöndlað en gengur og gerist. Sumir halda fram að sé notaðu klóri að hreinsa vatn á Íslandi, það hefur aldrei verið. En samt sem áður erum við með treatment á öllu inntaksvatni sem fer í drykkina. En þetta er meira bara svona öryggisventill. Við erum með vatnsrensistöð sem hreinsar allt inntaksvatn sem fer í drykkina. Þurfum við það? Nei, ekki með þetta 100%. En þegar kemur upp krísa þá þarf þetta að vera í lagi. Þannig að við erum með í raun og veru inntaksvatnsrensistöð sem er margþrepa og það er forsíðun, últrasíðum, viðarkólasíður og svo geislu við vatni líka með útfjólublóðum geislum. En vonandi verða bara gæði vatnsins áfram góð, þannig að við þurfum ekki að fara í frekari aðgerð en þetta er meira bara svona til öryggis. Það er heldur ekkert síður mikilvægt að menga ekki vatn eins og við tölum og við í raun og veru erum eina fyrirtæki á Íslandi og í raun og veru eina frárenslis vatnsrensistöðin sem er 2 þrepa, ég veit ekki hvort það sé í Hveragerði, er hjá okkur og þetta er hluti af okkar kröfum bara sem bara það að fá að framleiða vörumerki Coca-Cola. Þá verður það bara gilda allstaðar í öllum löndum að við skilum vatninu í sömu gæðum og við tókum það inn. Og þegar við vorum að skoða þetta með stjórnvöldum og ráðuneytum og fleira veitufyrirtæki jafnvel á sínum tíma þá var í raun og veru bara hlegið okkur. Akkur eru að hreinsa vatnið, við hefum nóg af vatni og þetta er ekkert vandamál. En ég held að það sé að verða hugarfarsbreyting í þeim efnum og við erum kannski svona á undan flestum. Þannig að 2011 þá tókum við í notkun vatnsfrárennslisreinsstöð sem við köllum hreinsu. Og þetta var fjárfesting upp á 400 milljónir. Það kostar að reka þetta 20 milljóna á ári. Þetta er sem sé 2 þrepa meðhöndlun, við erum með 8 tanka, þetta er hannað fyrir einhverja
1100 rúmmetrar á dag, við erum ekki að nota nema 20–30% af því, en allavega við erum tilbúin fyrir meira, þannig að þetta eru svona myndir af þeirri vatnsfrárennslistöð sem við erum með, sem er bara glæsileg, það er myndin hérna niðri. Þannig að það sem við erum að gera, við erum að hreinsa allt frárennsli sem kemur úr drykkjarvöruframleiðslunni, við erum að hreinsa þegar við erum að skóla, við erum að tökum öllum salernum. Í raun og eina sem að fer ekki í þessari frárennslistöð er bara vatnið sem kemur af þakrennunum og svo framvegis. Það fer náttúrulega bara í niðurfallið. Hérna er einhver animation sem ég hef glemt að taka út, þannig að ferlið er í raun og veru við grófsigtum, þannig að plastagnir og plast og fleira, það fer ekki til sjávar. Það er allt tekið út. Svo er sýrustigi jafnan, svo fer þetta í einhverja 2–3 hreinsun, það er súrefnisnautt lífrænt niðurbrot og út úr því verður til metagas. Við notum það til að hita upp til dæmis hreinsistöðuna og í framtíðinni er hugmyndin að nota það á bílaflottan hjá okkur. Það er eitthvað að því brennt í dag. Svo erum við með súrefnis niðurbrot og útkoman þar er seyra sem við notum til moltugerðar, gámaþjónustan notar hana, tekur hana. Og síðan fer þetta sandfilter síðan, þannig að vatnið sem kemur úr verksmiðjunni er allavega síað 90%. Og hérna er bara dæmi bara kröfurnar á Íslandi, svo erum við með kröfur frá móðurskipinu, Coca-Cola Company. Þannig að við erum að svona fara langt umfram bara þær reglugerðir sem er á Íslandi. Og ég er ekki tæknimaður, þannig að ég ætla ekki að lesa þetta upp, en allavega sýrustigið og efni sem við sendum eru tekin úr og við fylgjumst með þessu bara daglega á rannsóknarstofunni og erum með svona mælikvarða á það. Þannig að þetta er svona dæmi kannski hvað er hægt að gera til þess að vernda vatnið og fiskinn í sjónum og lífríki í kringum okkur, vegna þess að þetta er ekkert sjálfsagður hlutur að sé endalaust nógu góðu vatn á Íslandi. Við þurfum að vinna saman að passa upp á þessa auðlind. Takk.